hann bara áberandi. Góðan daginn, hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra, kæru gestir. Ég býð ykkur velkomin til þessara málstofu fjölmiðla og landsbyggðir. Hér verður næstu 1,5 klukkustundina fjallað málið frá ýmsum hliðum, svo sem birtingarmynd íbúa í miðlum og hlutverk fjölmiðla í samfélögum í dreifbýli. Fyrst verða hér stutt erindi frá þeim Lilju Alfreðsdóttur, Hildu Jönu Gísladóttur, Birgi Guðmundsssyni, Elvu Ýr Gylfadóttur og Stefáni Eiríkssyni. Eftir þau opnum við fyrir spurningar og umræður úr sal. Fundurinn einnig sendur út beint. Við gerum svo ráð fyrir að málstofunni ljúki klukkan 10:30. En ég vilst að kynna mig áður að lengra haldið. Ég heiti Gunnar Gunnarsson, starfa sem ritstjóri Vikublaðsins Austurgluggans og vefmiðilsins Austurfréttar. Ég gaf út mitt fyrsta fréttabréf 10 ára gamall fyrir fjölskylduna, handskrifað á blað sem var vafið utan tímann sem var borin út. Og aðalfréttin var úrslit formannskjör Alþýðuflokksins, eins og mjög eðlilegt að 10 ára barni sé efst í huga. Ég skrifaði síðan í mörg ár Manchester United og gerir reyndar enn, mér til ánægju vonandi einhverjum öðrum, en hef frá árinu 2005 verið viðloðandi blaðamennska á Austurlandi og reyndar víðar í einu eða öðru formi. Þar af í 7 ár í núverandi starfi. Vikublaðið okkar Austurglugginn hefur komið út í 19 ár, útgáfufélagið bakið því 20 ára þessar mundir. Ég ræddi við stjórnarformanni í gærkvöldi og við orðum hlutina þannig að þetta hefði aldrei verið auðvelt og stundum mjög erfitt, en við erum allan á sömu kennitölunni nú 20 árum síðar. Vefmiðlinn setti ég svo ásamt nokkrum öðrum í núverandi formi árið 2012. Ég hlakka til erindanna og umræðuna í dag því ég skilgreini sjálfa mig sem fjölmiðlanörd. Ég nýtti tímann á akstrinum frá Egilsstöðum í gær til að hlusta á erlend fjölmiðlahlaðvörp. Bílferðirnar sem eru oft langar og tíðar fyrir austan eru sá tími sem ég hef til endurmenntunar og hlaðvörpin snerta málum eins og tekjuöflum, rekstrarumhverfi, tæknilausnum og áskorunum í samfélögum sem fjölmiðlarnir starfa í. Og allt eru þetta málefni sem við á héraðsfréttamiðlum tökumst reglulega á við, en svo lengri saga hvernig okkar umhverfi hvort við getum komið hugmyndum og þörfum nýjungum í framkvæmd. Ég vona að við eigum ánægjulegar umræður framundan og að því sögðu það býð ég fyrsta frummælanda Lilju Alfreðsdóttur, mennta- og menningarmálaráðherra, velkomna í pontu. Takk fyrir. Góði gestir, gaman að vera hérna í dag. Það svona sérstaklega bjart yfir manni vegna þess að veðrið svo gott og flugið hingað norður, þvílíka útsýnið og yndislegt að vera komin hingað. Og þakka fyrir þessa ráðstefnu og að því að Gunnar var að rifja upp hvernig hann hefði svona haft afskipti fyrsta fjölmiðlum, þá langar mig aðeins að rifja það upp vegna þess að ég gaf líka út blað og það hét því frumlega nafni L. Eða Ester, Lilja og Linda. Það sem sagt Ester sem var vinkona mín og systir mín og ég. Og í þessu blaði voru náttúrulega íþróttafréttir. Þetta var 1984, það voru ekki Ólympíuleikarnir í Los Angeles og ég bara var náttúrulega alveg íþróttanörd, þannig að þetta gekk út á það en með þessu óbáslega fína nafni L. Þið getið ímyndað hvað vorum sjálfhverfar, bara með nöfnunum okkar. Svo voru þetta krossgátur og það var ekkert að ástæðulausu að ég hef mjög mikinn áhuga á blaðamennsku. Ég alin upp á vöktum, móðir mín vann í blaðaprenti og vaktirnar voru iðulega frá 8 til 4 eða frá 5 til 12 og stundum tók mamma alveg frá 8 til 12 og þannig ég var mjög meðvituð það bæði hvernig blaðaútgáfa út á hvað hún gengi og það var alltaf þetta stress rétt áður væri verið að klára prófarkalesturinn og allt það. Og svo í þokkabót var pabbi það fyrsta sem hann fer að gera í raun og veru var að vera íþróttafréttaritari og ég hef verið að lesa sumar af hans gömlu fréttum og það var bara býsna flott hjá honum. En nema hvað, þannig að ég hef að sjálfsögðu góðu gestir, mjög mikinn áhuga á fjölmiðlum og alin upp í því umhverfi.
Og staða fjölmiðlunar og fjölmiðla á Íslandi kemur auðvitað ítrekað til umræðu, rekstrar umhverfið, samkeppni við ríkið, erlendar streymisveitur og samfélagsmiðla, eignarhald stærstu einkareknu miðlana, tekjumöguleikar, starfsumhverfi fjölmiðla fólks og fleira ber gjarnan á góma í slíkum umræðum. Og af þeim mætti ráða að það var ýmislegt ábótavant hér á Íslandi. En ég tel að það sé nú öðru nær og fjölmiðlafólk sinnir störfum sínum af miklum krafti og sóma. Segir fréttir, veitir stjórnvöldum á atvinnulífinu aðhald, tekur almannavarna hlutverk sitt alvarlega, segir frá menningu og dægumálum. Í ljósi samfélagsumræðunnar kann það að hljóma einkennilega en líklega hefur íslensk fjölmiðlun sjaldan verið fjölbreyttari og öflugri en nú. Að minnstakosti eru skráðir fjölmiðlar á Íslandi 200 talsins sem verður að teljast dágott í ljósi stærðar samfélagsins. Vissulega eru flestir þeirra litlir, en það er ekki síst þeir sem skipta sköpum. Það er að segja staðbundni miðlar sem margir njóta mikilla vinsælda í heimabyggð. Enda eins gott því að sterkur staðbundin fjölmiðl stuðlar að samheldni og staðar vitund. Hann þjappar fólkinu saman, skapar stemmingu, til dæmis skólamál og menningu í sveitarfélagi, í garð íþróttafélagsins á staðnum og svo framvegis. Staðbundni fjölmiðlar segja með öðrum hætti frá vendingum í atvinnulífi sveitarfélagsins. Þeir fjalla betur deiliskipulagsmál og gera skoðanir fleiri einstaklinga aðgengilegar. Að ég tala nú ekki gamansögur á þorrablótum og bæjarhátíðum sem falla vonandi aldrei úr tísku. En þrátt fyrir alla gróskuna verður ekki litið fram hjá því að rekstur fjölmiðla er þungur. Auglýsingafé streymir úr landi til tæknirisa sem greiða ekki skatta á Íslandi og áskriftamódelið sem áður tryggði tekjur er ekki eins sterkt og áður. Prentmiðlar hafa líklega orðið verst úti en flestir þeirra reka líka öfluga vefmiðla sem reyna að uppfylla óendanlega þörf okkar fyrir allar upplýsingar og fréttir. Fréttamagnið sem við köllum eftir er óheyrilegt og líklega eru fleiri fréttir skrifaðar nú en nokkru sinnum áður án þess að það birtist í tekjum fjölmiðla. Þörfin fyrir öfluga fjölmiðla er brýn og það er mikilvægt að tilvera þeirra sé tryggð. Það er einmitt markmiðið með frumvarpi mínu styrki til einkarekinna fjölmiðla að styrkja stöðu íslenskra fjölmiðla, styðja við og efla útgáfu á fréttum, fréttatengdu efni og umfjöllun samfélagsleg málefni. Það er að mörgu að hyggja og sitt sýnist hverjum skiptingu fjársins, skilyrði og hugmyndafræði. En ég er vongóð að málið fái loksins brautargengi á Alþingi og að stuðningu við fjölmiðla verði festur í lög. Það er gert með góðum árangri á Norðurlöndum og dæmin sýna að opinber stuðningur skiptir sköpum fyrir tiltekna starfsemi. Ég nefni menningarstarf, bókaútgáfu, kvikmyndagerð og nýsköpun. Og ég nefni það til að mynda hér, varðandi bókaútgáfuna, að við sáum að hún var í miklum vandræðum áður en við ákváðum að styðja við bókaútgáfu. Það er að segja endurgreiðslur upp á 25% af útgáfukostnaði og það sem hefur gerst á 2 til 3 árum að það er 47% aukning í útgáfu barnabókmennta. Og þetta er að vissu leyti ákveðin markaðslausn eins og við gerum líka varðandi kvikmyndirnar, en þetta er hreinlega að virka. Og ég er bara mjög ánægð með það, svo ég segi það hérna við þennan góða sal. Í gildandi byggðaáætlun er gert ráð fyrir sérstökum viðbóta styrkveitingum til staðbundinna fjölmiðla utan höfuðborgarsvæðisins. Verið er að undirbúa framhald þeirrar aðgerðar og ég gerir ráð fyrir því að við auglýsum slíka styrki til umsóknar á næstu vikum. Góðu gestir, tækniþróun og samfélagsbreytingar eru af hinu góða. Þótt að krefjist á köflum svona erfiðrar aðlögunar. Þótt breytingarnar undanfarinna áratuga hafi reynt á fjölmiðla, þá geta það líka skapa tækifæri. Það eru stað- eða svæðismiðlar á borð við N4, þeir eru vinsælir allt land.
fjölmiðlar eru ekki lengur bundnir við kostnaðarsamt prentform og aðgengi að upplýsingum betra en nokkru sinnum fyrr. Ljósmyndir þurfa ekki lengur í framköllun og einfalt að framleiða myndskeið og hlaðvarpsþætti. Þetta auðvitað það sem að gerast í þessum tæknibreytingum. Sá tími liðinn að flöggsblöðin myndu jafnvægi á fjölmiðlamarkaði á móti Ríkisútvarpinu eða blaðinu L sem ég gaf út á sínum tíma og efni staðbundinna miðlunar á borð við Feiki og Víkurblaðið fóru ekki yfir póstnúmerið en það var þannig en þetta auðvitað gjörbreytt með tækninni. Góði gestir, ég fagna allri umræðu sem stuðlar að áframhaldandi öflugri fjölmiðlun, staðbundinni eða alþjóðlegri og óska okkur auðvitað góðs gengis hér í dag og ég hlakka til þess að taka umræðuna hér og ég hef auðvitað sagt það í langan tíma að til þess að í raun og veru að ná utanum heildarumfangið og þær áskoranir sem fjölmiðlar standa frammi fyrir, þá það þríþættlaust, það þarf að skattleggja erlendu efnisveitunar og jafna leikinn, það þarf að veita stuðning til einkarekinna fjölmiðla og það þarf að vera jafnvægi á auglýsingamarkaðnum og að þessu öllu hefur verið unnið og ég mjög vongóð það að frumvarpið klárist, auðvitað hefur það tekið sinn tíma en ég mjög bjartsýn að eðlisfari og hlakka til þess að sjá fyrir endan á þessu öllu en líka halda áfram vegna þess að þetta tekur allt tíma, það tekur tíma að breyta hlutunum. Ég til að mynda nefni það bara svona alveg í lokin að Alþingi Íslendinga var að samþykkja frumvarp mitt í gær sem eykur jafnræði á milli iðnnáms og bóknáms. Það að segja allir þeir sem hafa klárað 3. hæfnisþrepið, þeir geta núna sótt aðgengi að háskólastiginu og þetta var löngu tímabært en svona þetta bara alltaf, maður þarf bara að halda áfram, ekki gefast upp og þá gerast góðir hlutir. Kærar þakkir. Komið heil og sæl, gaman að vera með ykkur í dag og kæri menntamálaráðherra innilega þakkir fyrir að gefa þér tíma til þess að koma hingað og ykkur öll bæði gestir og þeir sem verða með framsögu hérna í dag. Ég heiti Hilda Jana Gísladóttir og ég hef starfað í fjölmiðlum á Akureyri starfaði í fjölmiðlum á Akureyri 18 ár. Byrjaði á Vikudegi, einmitt héraðsfréttamiðlinum og hef unnið bæði á Fréttastofu Stöð 2, Fréttastofu RÚV og N4. En það nú kannski svolítið típist ég að þegar ég svona kannski hætt í fjölmiðlum að þá langaði mig einhvern veginn líka aðeins að læra eitthvað meira þá og ég ákvað að fara í 2 áfanga í framhaldsnámi í fjölmiðla og boðskiptafræðum. Og ég hef svo lengi hugsað hvernig íbúar landsbyggðanna að birtast í almannarýminu. Það að segja hvort og hvernig íbúar landsbyggðanna taka þátt í almennri umræðu. Við þekkjum mikilvægi svæðisbundinnar miðlunar sem að skiptir sköpum eins og menntamálaráðherra kom hérna inn á áðan en ég var aðeins hugsa yfir hvernig við sem íbúar landsbyggðanna taka þátt í henni almennu umræðu. Þannig að ég fór að ganni mínu, var í svo skemmtilegum áfanga í skólanum þar sem að ég mátti, það var eiginlega alveg valfrjálst hvað ég myndi gera, að þá bara ákvað ég að eftir 18 ára umhugsun að ég geti nú kannski skoðað þetta aðeins. Það kannski ekki þessa fyrirsögn fékk ég eftir samtal mitt við Þórodd Bjarnason, prófessor, þegar ég var að taka viðtal við hann hans upplifun af því hvernig íbúar landsbyggðanna birtust okkur í almannarýminu og hann kom með þessa setningu. Þetta svolítið eins og sé verið að horfa út glugga borgarmúrsins. Mér fannst hún ágætis titill. En það sem að ég gerði sem sagt var að ég fór og skoðaði fjölmiðlaefni sem að telst fjalla það sem merkilegt, mikilvægt eða áhugavert í íslensku samfélagi. Og ég byrjaði á því að skoða 3 þætti sem að voru vinsælir og sögðu með einhverjum svona svipuðum hætti spjallað við áhugavert, merkilegt og mikilvægt fólk. Ekki einhver sérstök endilega málefni heldur áhugavert og merkilegt og mikilvægt fólk.
Í framhaldinu fór ég og skoðaði aðal sjónvarpsfréttatíma RÚV, sjónvarpsfréttir Stöðvar 2 og Kastljósið. Það sem ég skoðaði var sem sagt búseta, aldur og kyn og svo skoðaði ég hvort að viðkomandi voru að birtast í fyrri eða síðari hluta fréttatíma þegar fréttaefni var að ræða og síðan stöðu og titil viðmælanda. Ég verði auðvitað að nefna aðferð og fyrirvara í þessu. Þetta er lítil könnun, þetta er ekki mastersverkefni sem hægt er að gera annað en að segja að þetta mögulega gefi einhverja vísbendingar. Ég fór sem sagt bara á þjóðskrá í heimabankanum mínum og fletti upp á viðmælendum og í nokkrum tilfellum þá gat ég ekki fundið viðmælandurna með þeim hætti og þá lagði ég upp á því að hafa að minnsta kosti 2 staðfestingar með einhverjum hætti, þar að segja ef að viðkomandi til dæmis sagði á Facebook að hann byggi einhver staðar og að hann var líka þannig skráður á já.is, þá gerði ég það, sem og ef að til dæmis skólastjóri Verslunarskólans í álykta hans búseta sé á höfuðborgarsvæðinu eða iðkandi hjá Breiðablik sé búsettur á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það eru fyrirvara á þessu og að sjálfsögðu gætu einhver verið skráðir í þjóðskrá einhver staðar en raunveruleg viðvera búseta annar staðar. En mér finnst mikilvægt að halda þessu til haga og eins voru 4 af þeim viðmælandum sem ég skoðaði þess að ég gat ekki fundið þetta og ég skildi þá bara eftir, bara fyrir utan mengið. Það sem kannski næst að skoða Ísland. Við þekkjum þessa mynd svolítið. 64% landsmanna búa á höfuðborgarsvæðinu. Það er staðreynd. 36% að búa annar staðar en á höfuðborgarsvæðinu. Og með höfuðborgarsvæðinu þá á ég við Reykjavík, Kópavog, Hafnarfjörð, Mosfellsbæ, Seltjarnarnes og Garðabæ auðvitað. Og ég horfði svolítið á þessa mynd og ég var tíma að hugsa hvort ég ætti að taka áhrifasvæði höfuðborgarinnar milli Hvítána 2 því þar búa 79% landsmanna en eftir að hafa grúskað þá fannst mér þetta eðlilegasta skiptingin. Það er að segja 64% á höfuðborgarsvæðinu, 36% búa annar staðar. Síðan fór ég og skoðaði bara hvernig þáttunum var lýst. Podcast með Sölva er þáttur sem lætur sér ekkert óviðkomandi. Fylgstu með áhugaverðu fólki úr öllum áttum setjast í stólinn hjá Sölva. Síðan skoðaði ég einfaldlega og bar saman að 83% viðmælanda hans voru búsettir á höfuðborgarsvæðinu en þar búa 64%, 10% voru búsettir á landsbyggðunum og 6% erlendis. Þannig ég bar saman hver er raunverulegur íbúafjöldi þessara 2 svæða við fjölda þeirra viðmælanda. Og ég tók bara 48 viðmælendur, þetta voru allir viðmælendur frá upphafi þar til í nóvember þegar ég var að gera rannsóknina eða könnunina og ákvaða að endurspegla þetta. Síðan skoðaði ég þáttinn hjá Sigmari Guðmundsinni, hann fær til sín góða gesti úr öllum áttum og ræðir við þá undir 4 augu. Gestirnir eiga það sameiginlegt að hafa áhugaverða sögu að segja. Á þessum tíma, ég tók alla þættina hans, þá hafði hann aldrei tekið viðtal við neinn búsettan utan höfuðborgarsvæðisins. Hann hafði hins vegar tekið viðtal, 22% viðmælanda hans voru búsettir erlendis. Síðan tók ég þáttinn með Loga, sem fær til sín spennandi og áhrifamikla einstaklinga. Og hér má sjá búsetu þeirra viðmælanda, 82% þeirra eru búsettir á höfuðborgarsvæðinu og 7% á landsbyggðunum og 11% erlendis. Og eins og ég segi þá voru þessir 3 þættir, þeir áttu þetta sameiginlegt, það var einn fyrirspyrjandi og einn viðmælandi, ég var að reyna að halda mig dálítið við það og eins að þetta fjallaði svolítið viðmælandan en ekki eitthvað sérstakt topic. Ég var að hugsa að reyna að finna þátt þar sem þetta væri svona vinsæll þáttur sem fjallaði áhrifamikla, merkilegt eða mikilvægt fólk með einhverjum hætti sem að kona gerði, en þær virtust alltaf vilja fjalla eitthvað sérstökum málefni, en ekki fólkið sjálft. Ég skoðaði Kastljós, ég var nú að viðurkenna að ég var pínu hissa að þetta væri lýsingin á Kastljósi. Ítarleg umfjöllun það sem er efst á baugi í fréttum og mannlífi, farðu hon í kjölinn á stærstu fréttamálum dagsins með viðmælandum land allt. Ég tók bara nóvember mánuð 2020, þar voru 87% viðmælandana búsettir á höfuðborgarsvæðinu en 13% utan þess.
Svo tók ég aðalsjónvarpsfréttatíma RÚV bara í 4 daga og ég vil ekki athygla á bara 4 daga. Ég veit ekki hversu miklar ályktanir er hægt að draga af 4 dögum og ég tel þetta aðeins vera vísbendingu kannski eitthvað sem mætti skoða betur. Þannig ég vil bara setja alla fyrirvara heimsins á að allt sem ég svona að fara yfir bara vísbending. Ég þori ekki að ganga lengra en það. Þannig ég haldi því eins vel til haga og hægt að þetta ekki einhver svona dómur heldur möguleg vísbending eitthvað sem við ættum kannski að ræða. En sem sagt ég tók bara alla viðmælendur þessa 4 daga bara í 7 fréttum. Svo ég taki það líka mjög skýrt fram, ekki 10 fréttum. Þetta voru 71 viðmælendur en þá voru 14 þeirra voru erlendis. Þannig ég skildi Donald Trump og félaga eftir einhvern veginn svona út fyrir sviga og eftir sátu þá 57 viðmælendur. 81% þeirra voru búsettir á höfuðborgarsvæðinu en 19% utan þess. Ég gerði það sama með sjónvarpsfréttir Stöðvar 2 þessa sömu 4 daga og 86% voru búsettir á höfuðborgarsvæðinu og 14% á landsbyggðunum. Já, alls konar pælingar þetta líka af því að það er hægt að fara í allar áttir áfram með þetta. Ég pældi til dæmis í því þegar ég skoðaði viðmælendur þessa 4 daga á RÚV, ég fór aðeins að pæla í kynjamálunum. Ég sá að þar voru 11 viðmælendur voru utan höfuðborgarsvæðisins. Af þeim viðmælendur voru 4 konur og þessar konur voru 3 grunnskólanemendur og 1 ljóðskáld. Og þetta myndi mig að vissu leyti á umræðu kynin og birtingar kynjana í fjölmiðlum og þá umræðu og rannsóknir sem hafa átt sér stað þar. Og eins og einn góðu vinur minn sagði við mig þegar ég var að röfla yfir þessu sem ég geri nú ítrekað, þá sagði hann, býtu, ertu að meina að landsbyggðin sé kona? Og mér fannst það svolítið skemmtileg vangavelta að bera saman hvernig við höfum sem samfélag nálgast jafnréttismál kynjana. Þar höfum við breytt ótrúlegum hlutum sem land og þjóð, með samstöðu, með samtali, með reglugerðarbreytingum, með lagabreytingum, sem sýnir okkur að það er hægt að jafna leikinn ef að það er vilji fyrir hendi. En þar kemur svolítið lykilorðið, ef að það er einhver vilji til þess. Ef að við teljum að það skipti máli að íbúar landsbyggðanna séu þáttakendur í allri almennri umræðu, ekki bara sérstök málefni þeirra sveitafélags eða þeirra nærsvæðis, heldur líka kannski bara almenn mál, alþjóðamál, loftslagsmál, hvað sem að þeir alveg eins og konur okkar lausn og sýn á því að á málefni kvenna var til dæmis ekki að búa til eitthvað sérstaka þætti konur fyrir konur, heldur að konur yrðu þáttakendur í allri almennri umræðu því að skipti máli að fá ólík sjónarhorn að borðinu. Og ég væri mjög til að við myndum að minnsta kosti ræða þetta og ég veit að þessi umræða mun fara í taugarnar á mjög mörgum kollegum mínum í fjölmiðlum sem að reyttu hár sitt og skegg þegar það átti að fara að jafna stöðu viðmælenda kynjana og fannst þetta ekki vera hlutverk eins að skipta sér af því. Þannig að ég veit að þetta mun pirra fjölmiðlafélaga mína marga en ég held þetta sé umræða sem skiptir máli og að því að tíminn að klárast hjá mér þá þarna tvennt sem að við höfum svolítið verið að leggja til þess að vera ekki of dramatísk, að leggja það til að inn í jafnréttisáætlun RÚV sem auðvitað eini miðillinn sem við getum kannski beint haft einhver áhrif á, þar myndum við setja okkur það markmið bara að auka meðvitund frétta og dagskrárgerðarmanna búsetu viðmælenda. Aðgerðin yrði að skrá viðmælendur eftir búsetu í föstum þáttum og fréttum eins og gert með kynin, ábyrgðin yrði dagskrárstjórans og tölur fyrir hvern miðil yrði birtur opinberlega á 3 mánaða fresti. Þetta nákvæmlega eins og gert í jafnréttisáætlun RÚV varðandi kynin. Þetta hægt ef við viljum þetta. Og að lokum þetta, að þetta snýst ekki bara fjölmiðlinn, þetta snýst líka valddreifingu og vald íbúa landsbyggðanna, vegna þess að auðvitað erfitt að taka viðtal við eitthvað sem hefur kannski ekki þá stöðu sem að hefur eitthvað til málanna að leggja, að horfa til þess að auðvitað kom það mér á óvart að 10 af 10 stjórnarmönnum sem sátu í stjórn RÚV í nóvember 2020 var enginn búsettur utan höfuðborgarsvæðisins. Og það ábyrgð stjórnmálanna að horfa til þess. Mér finnst það ekki rétt og þess vegna kemur kannski þessi hugmynd
að skoða það hvort að almennt eigi að gera ráð fyrir því að þriðjungur einstaklinga sem tilnefndir eru í ráð, nefndir og hópa á vegum ríkisins séu búsettir utan höfuðborgarsvæðisins. Ég vona að allir líti á þetta innlegg mitt sem fóður í umræðu sem vonandi á sér stað að því ég tel hana virkilega mikilvæga. Og næstur ætlar hann Birgir Guðmundsson, dósent við Háskólann á Akureyri, að koma en hann hefur sannarlega, nú kennari minn í þessu námi, ekki þessu námskeiði reyndar, en hann hefur virkilega lagt mikið fram varðar rannsóknir meðal annars á svæðisbundinni miðlun og héraðsfréttamiðlun og þannig að ég býð hann bara hjartanlega velkomin, Birgir. Já, komið þið sæl og takk fyrir þetta Hilda Jana. Þetta nú einlega ágætis frasi þetta að landsbyggðin sé kona. Þetta svona eins og Lennon sagði, woman is the nigger of the world. Þetta svona í sama anda og ég held að þetta sé ágætt. En ég held að sé líka mjög gagnlegt að mæla einmitt þessa viðveru í fjölmiðlum bara til þess að menn svona fái annarkvort þá reki, það svona hugmyndir eða tilfinningu sem menn hafa eða staðfestiðar eins og til þess að það sé einhverja svona tölulegar upplýsingar. Ég held að það sé mjög gagnlegt eins og reyndar menn virðast held ég mjög víða kannast við samanber veðurfréttamann sem stóð fyrir Austfjörðum í veðurkortinu alltaf og var það heimsfrétt vegna þess að það var eins og þetta tengdu allir við þetta einhvern veginn og sé ágætt. En það sem ég ætla nú að reyna að tala er sem sé vandi staðbundinna fjölmiðla sem ég held að sé reyndar tvenns konar aðalega og það sem sé rekstrarvandi fyrst og fremst og svo það ákveðin svona faglegur vandi sem svona kannski afleiddur vandi og í því að svona meðan ég að reifa þær svona hugmyndir sem ég hef það að þá langar mig að fletta inn í það svona litlu rannsóknarverkefni eða nokkrum niðurstöðum og rannsóknarverkefni sem í gangi núna og fjallar einmitt stöðu staðbundinna miðla. En fyrst af öllu langar mig aðeins að byrja á að ræða hlutverki. Hlutverk staðbundnu fjölmiðluna sem að ráðherra kom reyndar mjög vel inn á áðan og talaði en hlutverk staðbundnu fjölmiðla að mörgu leyti ekkert ósvipað bara fjölmiðla almennt þó það sé kannski ástæða til að bæta ýmsu við. Við getum skipt þessu upp í þrennt og þetta hefur verið gert mjög gjarnan meðal annars í rannsóknarskýrslu Alþingis fórum mjög yfir þetta hlutverk fjölmiðlana, það þetta upplýsingarhlutverk, það aðhaldshlutverkið og umræðuhlutverkið að fjölmiðlarnir þurfa að sinna þessum hlutverkum með svona sæmilega góðum hætti til þess að við getum fengið virkt lýðræði og virka umræðu og annað slíkt. En það sem ég langar til þess að kannski að nefna sérstaklega í þessu samhengi að þegar við erum að tala um þetta svona almennt þá erum við að tala um eins og Hilda Jana gerði áðan almannarýmið í landinu að sem sé almannarýmið eins og það birtist í okkur í heild. En almannarýmið hins vegar getur verið skipt og það reyndar margskipt og ein skiptingin þessi svæðisskipting. Þannig að á ákveðnum svæðum til ákveðið almannarými sem að þarf að blómstra líka til þess að almannarýmið í heild geti verið heilbrigt og gott. Og þess vegna hlutverk staðbundnu fjölmiðlana til viðbótar kannski, eða þetta skoða það til viðbótar, auðvitað hafa allir fjölmiðlar sem sé þetta hlutverk, bæði hlutverk út á við stóra almennarýmið og inn á við, sem sé svæðisbundna hlutverkið. Og það það hlutverk sem að skiptir gríðarlegu máli. Hilda Jana var hér að tala þetta kannski hlutverk út á við, hvernig þjóðin í heild sér fyrir sér einstaklinga og samfélög út allt land. En þessi samfélög þurfa að eiga samtal inn á við líka. Þau þurfa að geta tala saman, það þarf að vera eitthvað sem í gangi, það sem gerir og skilgreinir þetta samfélag og hjálpar fólki að átta sig á. Og ráðherra talaði einmitt þetta, þessa samfélagssamheldni sem að skiptir gríðarlegu máli og ég hef meðal annars verið gert mælingar hreinlega á því í gegnum árin, hvernig það helst í hendur
ef að staðbundnir miðlar eru sæmilega sterkir og sá vettvangur, sameiginlegi vettvangur er sæmilega sterkur, að það er meiri ánægja, það er meiri lífsfylling. Það er sterkari sjálfsmynd, staðavitund og svona ákveðið lífsgæði, að þessi miðlar eru þá svona ákveðið lím í því samfélagi sem fólk býr í og það verður þá sáttara við sitt hlutskipti. Og þess vegna held ég að þetta hlutverk sé sko það er eiginlega oft mjög vanmetið þegar verið er að tala þessa litlu staðbundnu miðla. Þegar ég var til dæmis, ég var á landsdekkandi miðlum og þá töluðu menn svona í gríni það að það væri krafa jákvæðar fréttir á landsbyggðinni. Þetta var sem sé svona talað já, það eru í rauninni ekki alvöru fréttir, en auðvitað eru þetta fréttir sem sé eru þá fréttir sem út á við, en það eru fréttirnar inn á við sem kannski skipta miklu meira máli. Og þetta til dæmis líka eitt af því sem gerðist þegar svæðisútvarpin voru lögð af, að þá misstu við þessa innri samræðu sem var í landshlutunum, en við fengum í staðinn, auðvitað er öflug starfsemi á landsbyggðinni hjá til þess RÚV, en hún snýr að því að segja fólkinu í landinu frá okkur meira og hvað er að gerast hér. Og það er líka nauðsynlegt og brýnt og ég er ekkert að draga úr því. En þetta eru sem sé svona, ég ætla ekki að dvelja mikið við þetta vegna sem það dvelja við vandann, en það er sem sé það sem ég tel mjög mikilvægt og að þetta innra hlutverk sé líka rækt í gegnum einhverja svona faglega blaðamennsku, þannig að það sé ekki bara sko einhver hagsmunaaðilar eða þeir frekustu eða eitthvað slíkt sem koma sínu á framfæri, en að sé sem sé einhver ritstjórn á því og gegnum einhver slags faglega vinnu. Ég skoðaði þessa flóru fyrir 20 árum, 17-20 árum líka og skrifaði lítið hver það sem hét miðjan er undir iljum þínum, sem er ekkert ólík hugmynd því sem er borgarmúrana, hort út borgarmúrana hjá Hildíðunu. En þá voru þetta kannski 20-25 staðbundin miðlar út allt land, mikið prentmiðlar auðvitað, sem svona náðu þokkalega máli og voru skiptu miklu máli. Núna, það sem hefur gerst, eins og hefur gerst í öllum fjölmiðlaheiminum, það hefur orðið svona algjör sprenging inn í þennan heim þar sem fjölmiðlaumhverfið þau tvístrast og það er ekki lengur þetta almannarými, það hefur skipst upp í 1000 parta og við fáum með stafrænu birtingunni, þannig að við fáum, og þetta birtist meðal annars í þeim í staðbundnum miðlunum sem eru skráður hjá 11 í fjölmiðlanefnd, að við erum með rúmlega 50 núna. Og flestir þessara 50, eða 52, kannski svona 7, ef við erum rausnarlega getum við talað sem svona alvöru, svona konsekvent miðla sem að miðla einhver unnu efni. Og af þessum 50 eru 11 til dæmis sem eru hverfablöð í Reykjavík og en megnið af þessum eru sem sé svona tiltölulega litlir miðlar, kannski einn maður, einn og hálfu maður, söng ekki Vilhjálmur Vilhjálmsson einsmanns symfóníuhljómsveit 6 strengja, þetta er svolítið svoleiðis útgerð sem er að reyna að sinna einhverju svona hlutverki. En í staðinn höfum við fengið sko ógrynni af allskyns hvað segir maður, svona outlet leiðum, miðlunarleiðum, plattformum sem eru fyrirtækin, eru með sérstakt fólki í þessu að koma sínum hlutum á framfæri. Við erum með sveitafélögin öll, það eru menn hér í fullu starfi við að vera sem sé fara með þess úr fréttamennsku í Ríkisútvarpinu, svo því að horfa á Jón hérna, yfir í það að vera fréttamenn fyrir sveitafélagið, sem sé fara úr því að vera sem sé almenni fréttamenn yfir í það að vera með einhvers konar aragrú af sérhagsmunum sem eru sem sé síðan blandast saman með einhverjum óreglulegum hætti. Nú er ég ekkert að segja það að það sé ekki sko eðlilegt og gott og menn sé að vinna sína vinnu og koma sínum hlutum á framfæri, heldur er þetta bara svona sko. Og okkur vantar
fagmennskuna, þennan faglega þátt inn í það sem almannaheillin skiptir mestu máli. Nú, ég var að nefna þessar könnu, mér langaði aðeins að nefna hérna nokkur atriði úr þessari könnu bara til þess að draga upp mynd af því. Þetta könnun sem að gerð meðal allra héraðsskráðara sem eru svona skráðir hjá fjölmiðlanefnd héraðsfréttamiðla og það var talsvertur, rúmlega helmingurinn af þeim sem að svöruðu og bara svona stikkorð úr þessu til þess að sjá hvernig staðan er. Við sjáum að það er 89% miðlana sem hafa minna en 2 starfsmenn á ritstjórn. Og þar af 37% þeirra sem eru með mann í minna en fullu starfi. 63% forsvarsmanna miðlana segja það að þeir séu ósammála fullyrðingum að þetta sé að standa undir sér reksturinn. Þetta sem bara er í bullandi tapi. Helmingurinn, eða rétt hæflega, framleiða meira heldur en 3 efnisatriði á dag að meðaltali, svona áætla. Og það gildir þá bæði vefmiðla, sjónvarp, útvarp og blöð. Og 50 framleiði minna en 1 efnisatriði á dag. Á sumum landsvæðum eru sem sé, svona þess að við getum kallað fjölmiðla skuggar, það sem er í rauninni engir svona stórir eða kraftmiklir héraðsmiðlar sem dekka svæði með einhverjum hætti í einhverju skilningi og þá hefur þessu svæði verið svarað með einhverjum svona litlum miðlum, svona sem kallað hyperlokal miðlum, einhverjum sem eru nánast bara bloggsíður jafnvel, þar sem menn eru að reyna að dreifa einhverjum upplýsingum. Og forsvarsmenn miðlana almennt, varðandi þetta snýr að blaðamennskunni, telja það eitt helsta hlutverk sitt að miðla upplýsingum svona afþreyingu og eitthvað slíkt, þorrablótin sem ráðherra var að nefna og svona, að frekar heldur en að vera með svona leiðindi og upplýsa hvað er að gerast í sveitarstjórninni eða eitthvað samfélagsmáli eða veita fyrirtækjum og svæðinu aðhald. Og ég meina það er orðið þannig með þess að hér á Akureyri, höfuðstað norðursins, eins og við þekkjum að í rauninni þarf maður að fara bara inn á heimasíðu Akureyrar og í fundagerðirnar til að leita að svona fréttum úr bæjarlífinu. Af því að það er, þegar menn eru að segja fréttir fyrir landið allt, þá eru það öðruvísi fréttir heldur en út að segja mér upp á brekku einhverju frétt. Það er bara þannig. Þannig að ég er svona ekkert að krítisera þá sem eru hér á RÚV til þess að vinna fyrir fréttum fyrir landið allt, þó að þeir séu ekki að þessu. En þetta það verða svona skuggar til. Og í þessari sömu könnun að þá var svona, við spurðum ógn við reksturinn og útkomuna og það er mjög augljóst hvar ógnin liggur. Hún liggur hérna í bæði hvað varðar efnisöflun og það hversu mikilvægir miðlarnir eru að á samfélagsmiðlum, hópamyndun á samfélagsmiðlum, að það er frekar eða mikil ógn í talsvert í tæplega 60% tilfella, 57% tilfella og varðandi auglýsingar, þetta ætla ég nú ekki að segja, varðandi auglýsingar að þá eru það 86%, ég veit ekki hvort ég sjáu þetta, er samkeppnin við samfélagsmiðla sem er stóra ógn. Og þetta er allstaðar, þetta þekkjum við allstaðar og þetta er viðbótarógn vegna þess að maður sá það strax þarna upp á 2000 að markaðsbrestur í rauninni fyrir héraðsmiðla eða staðbundna miðla var stór vandamál. Það var löngu fyrir samfélagsmiðlana. Svo koma þeir ofan á þetta og gjörsamlega í rauninni, hvað maður segja, rústa þessu. Þessi fundur til dæmis sem fjallar staðbundna miðla, hann er auglýstur á samfélagsmiðlum. Og hvergi annars staðar, til dæmis. Og það er bara, við sjáum hvernig það gerist. En það eru sem sé langt stærstu atriðin, samkeppni við aðra miðla til dæmis eru hverfandi. Bæði hvað varðar efni og vinnu, eða ógn skulum við segja, er það ekki. En hvað er til ráða og hver eru viðbrögðin? Það var mjög uppörvandi að hlusta á Lilju hér áðan og hún er bjartsýn með frumvarpið þó að því að það hefur nú verið kallað aftur til nefndar núna í fyrradag eða hvernig það var og það á að verða til 1 árs í fréttir í gær segja að það er hugsanlega til 2 ára og það er þessi fyrirsjáanleiki sem snýr að þessum rekstrarvanda sem við erum að tala
Og það er mjög gleðilegt að heyra að það er svo að koma einhverju nýjir styrkir, ég skildi það þannig, til minni fjölmiðla fljótlega. Ég held að það hljóta að vera mjög mikið gleðiefni fyrir flesta. En spurningin er bara hvort þetta sé ekki að gerast allt of seint, sko. Þetta er eiginlega komið alveg niður í botn. En vonandi er það, og það getur þá tekið aðeins á þessum rekstrarvanda þessara miðla, sem vonandi leiðir til þess að það verður hægt að takast á við hinn stóra vandan, sem er þessi faglegi vandi. Að það sé ástunduð einhver blaðamennska sem skiptir máli, og sem sé svona sjálfstæð blaðamennska, þar sem að menn fara og gagnrýna jafnvel í sveitarstjórnirnar og fyrirtækin á svæðinu eða ekkert endilega gagnrýna, jafnvel bara greina frá með svona skipulegum hætti þeim umræðum sem eru í gangi. Því að það er sem sé hluti af því, og ég held að nýsköpun, vegna þess að klukkunum verður ekki snúið við. Samfélagsmiðlarnir og allt stafræna umhverfið er komið og það er komið til að vera. Það mun ekki breyta, við getum ekki, það verður ekkert snúið við jafnvel þó að menn fái tækifæri til þess að reyna að reka sig með einhverjum hætti, þá verður það að vera með einhverjum nýjum hætti. Og það er það hlaut að koma fyrir hann helst að varast vann, hlaut að koma yfir hann, var það ekki, þegar það er Facebook sem af öllum, á undan Liljum kemur með tilboð til staðbundinna fjölmiðla á Íslandi og reyndar á Norðurlöndum tækni nýjungar eða aðstoð við tækninýjungar og nýsköpun, og býður umtalsverða peninga í því, og Skessuhorn stökk á þetta og var náttúrulega ákveðinn heiður í sjálfu sér fyrir Skessuhorn, sem er einn af þessum stærri miðlum auðvitað í héraðsfréttabransanum. Þið kemst inn í þetta prógram þar sem að Egil Hansen, sem er norskur svona gúrú í rekstri og fjölmiðla í stafrænu umhverfi, kemur og er að leiðbeina mönnum með möguleika nýsköpun, að komast inn í allt þetta nýja stafræna umhverfi, þannig að þeir séu svona samkeppnisfærir í rauninni á þeim vettvangi. Sem sé bara í lokin, að þá held ég að þessi vandi er vandi héraðsfréttablaðanna og staðbundinna miðla, ekki blaðanna, maður er svo vanur að segja það, miðlana í rauninni, að það er þessi markaðsbrestur sem er langvarandi, er búin að vera langvarandi, en kemur síðan alveg hreint eins og þetta högg núna með samfélagsmiðlunum síðustu 10 ár. Og svo er það faglega hvernig þessi miðlar geta fótað sig faglega, þannig að þeir haldi þessum grundvallargildum sjálfstæðrar blaðamennsku eða faglegra blaðamennsku inn í gegnum þetta stafræna umhverfi, og vonandi verður það gert í gegnum einhvers konar nýsköpun. Nýsköpunarstyrkir eru mjög algengir erlendis í öllu þessu fjölmiðlaumhverfi. En ef að það mistekst og ef að þetta gengur ekki upp, þá má segja að héraðsfréttablaðin séu eins konar kanarifugl í kolanáminu, að þetta hefur verið að þróast, það hefur verið aðeins á undan fjölmiðlunni almennt í landinu. Það eru 10-15 ár síðan að byrja að tala um fjölmiðlastyrki til dæmis til héraðsfréttablaða, og þá fussuðu menn á stórum miðlunum. 10-15 árum seinna heyrum við sama sönginn hjá stórum miðlunum það að þessi nauðsyn á styrki við einkarekna fjölmiðla. Þannig að við vorum bara ráðherrann á að snúa þessu við með þessum aðgerðum, þó að það sé kannski við ramman reip að draga. En ég held ég sé búið með tíman og látið þetta bara gott heita. Og næst í pontu er þá Elva Ýr Gylfadóttir frá Fjölmiðlanefnd. Góðan daginn öll, ágætir ráðherra, fundargestir. Það er einstaklega ánægjulegt að fá að koma og ræða þessi mál, vegna þess að þetta er eitthvað sem skiptir verulega miklu máli. Og eins og svo oft þegar ég hef verið beðin að tala svona þennan ramma, þá var oft sagt, getur ekki aðeins sagt okkur hvernig þetta er á Norðurlöndunum.
Og það nákvæmlega sama hérna núna vegna þess að það svona dálítið þannig að við erum eyja og hérna svona margt meðal annars í bara svona fjölmiðla pólitík og öðru svona hefur kannski þróast með talsvert öðrum hætti hér heldur en á hinum Norðurlöndunum. Þannig að það sem ég ætlaði að gera það að ég ætlaði að svona fjalla kannski svona nokkuð dæmi og eitthvað svona lærdóm sem hægt að draga frá Norðurlöndunum og það sem hefur verið að gerast núna bara alveg upp á síðkastið vegna þess að þetta sem búið að vera að lýsa hér af öðrum frummælendum og ráðherra, þetta náttúrulega bara eitthvað sem að gerast allsstaðar. Þetta náttúrulega risavaxið vandamál líka á Norðurlöndunum og þetta ekki bara umræða náttúrulega á Íslandi. Og þess vegna ákvað ég að nefna þetta erindi hvítu blettina í fjölmiðlum vegna þess að þetta hugtak hvítir blettir eða hvíta flekkar eins og þetta heitir á sænsku svona þetta hugtak sem einmitt notað það þegar að það eru sem sagt svona bara göt á landsvísu þar sem kannski lítil eða engin héraðsfréttamiðill. En svona áður en að ég kannski fer að kafa svona ofan í það sem við getum lært á Norðurlöndunum og það sem þeir eru að gera núna til þess að eiga við þetta risavaxna vandamál, þá vildi ég nefna það að þetta sem við erum að ræða núna, þetta í raun og veru líka svona hluti af þessu svona fjölmiðla pólitíska orði sem sem sagt fjölbreytni og fjölræði á fjölmiðlamarkaði. Og það má eiginlega kannski skipta því í tvennt vegna þess að svona annar hlutin af því í raun og veru sem sagt þá hversu margir fjölmiðlar eru starfandi, þeir bæði á landsvísu og í héraði eða staðbundni miðlar, einnig hvort að það sé einhver sem sagt landsvæði þar sem lítilega engin fjölmiðla umfjöllun eins og ég var að nefna. Og þá inn í þetta fléttast líka sem sagt hverjir eiga fjölmiðlana, hverja hagsmuna hafa þeir af þessari umfjöllun, þá eitthvað breidd, eru margar raddir, samþjöppun á markaði mikil, eru fáir eigendur sem eru þá að setja svolítið málin á dagskrá. Og þarna kannski held ég að skipti gríðarlega miklu máli að héraðsfréttamiðlar og staðbundnir miðlar eru einmitt svona þessi miðlar sem eru kannski minni og eru einmitt með einhverja aðra raddir heldur en þessir kannski svona stóru miðlar á landsvísu, sérstaklega þegar við búum í svona fámennu ríki. En hinn hlutin af þessu svona fjölbreytni hugtaki, það það hvernig almenningur nýtir sér þá fjölmiðla sem eru til staðar. Og að ræða frímiðla sem allir hafa aðgang að eða einungis að ræða áskriftarmiðla og núna til dæmis hefur verið mjög mikil umfjöllun þá á Norðurlöndunum að þar eru flestir fjölmiðlar áskriftarmiðla sem þýðir það að netsíðurnar eru lokaðar nema bara fyrir þá sem eru með áskriftir sem gerir það að verkum að það náttúrulega miklu erfiðara fyrir fólk og almenning að fá þennan aðgang að fréttum og upplýsingum bæði úr héraði og líka á landsvísu. Og eins inn í þetta fléttast líka hvort að miðlarnir séu opnir fyrir samfélagslega umræðu, hvort þeir eru að birta aðsenda greinar, hvort þeir eru að ná til þá allra hópa í samfélaginu eða hvort að það eru þá einhverjir hópar sem eru út undan eins og hefur verið nefnt hér og fá eftir við litla eða enga umfjöllun eða athygli og þetta getur þá náttúrulega bæði verið ákveðnir hópar sem eru kannski jaðarsettir eða innflytjendur eitthvað slíkt en síðan líka fólk sem býr utan stórborgana á Norðurlöndunum. Og síðan náttúrulega kannski en ekki síst, það þetta svona stóra verkefni sem við líka stöndum frammi fyrir og það eru fjölmiðlar að ná til allra aldurshópa eða erum við í raun og veru líka með hvíta bletti þar
þar sem að við erum með kannski ákveðna bara heilu kynslóðirnar sem eru ekki að fylgjast með fréttum og taka þátt í þessari samfélagslegu umræðu. Og það kom til dæmis gríðarlega óvart þegar að Norðmenn voru með könnun og þessu til þess að svona kortleggja þennan hluta af fjölbreytninu og fjölræðinu, að menntaðar ungar konur voru í raun og veru svolítið svona hvítur blettur, að þær voru ekki að fylgjast með. Þannig að sko, þetta sýnir líka að það svo mikil þörf á rannsóknum og það að við bara, bara drögum ekki einhverjar ályktanir það sem við höldum, heldur að það byggja á einhverjum staðreyndum. Og þess vegna náttúrulega líka á Norðurlöndunum núna farið að styrkja fjölmiðlarannsóknir sérstaklega, einmitt til þess að við vitum hvað að gerast. Bæði varðandi fjölbreytnina, eins og ég að nefna með notkun, en líka með fjölræði og svo framvegis. Og eins og ég nefndi að þá þessi hugtök hvítir blettir, það líka stundum talað fjölmiðla skugga. Ég sá að þú notaði það einmitt, skuggar, Birgir. Og það það verið að lýsa því þegar fáir eða engin fjölmiðlar eru á ákveðnum svæðum. Og þessi hvítu blettir hafa verið rannsakaðir á Norðurlöndunum bara áratugaskeið. Og við erum að sjá það núna í þessum rannsóknum að það gríðarlega miklar breytingar sem að eiga sér stað, einmitt vegna samfélagsmiðlana og eins og Birgir var líka að nefna að það hverfisverslunin í litla byggðarlaginu, eitt af því fyrsta sem hún gerir að hætta að auglýsa í litla bæjarblaðinu, heldur hún fer og setur þetta frekar á Facebook. Þannig að það sem við sjáum þá að þetta aðhald sem að fjölmiðlar eiga að hafa og mjög mikilvægt að sé náttúrulega bæði svæðisbundið og náttúrulega landsvísu, að þetta verður náttúrulega miklu erfiðara, þannig að þess vegna skiptir þetta tekjumódel gríðarlega miklu máli. Og oft náttúrulega byggðarlög fámenn, það erfitt að fá áskrifendur, þannig að þetta erfitt á Norðurlöndunum, þetta náttúrulega enn erfiðara hér, en það sjáum við það að þeir eru margir hverjir eða flestir náttúrulega opnir og að fá auglýsingatekjur. En þá komum við líka að þessu sem hefur svo oft verið bent á Norðurlöndunum, að fyrirtæki og opinberir aðilar eru kannski stærstu kaupendur auglýsinga á slíkum staðbundnum miðlum og það getur verið mjög erfitt fyrir svæðisbundna miðla að veita þeim aðhald sem eru líka að kaupa auglýsingarnar og fjármagna þá þessa miðla. Ég held að það segi sig alveg sjálft. Og svona til þess að setja þetta í ákveðið samhengi, ef við tökum Svíþjóð, 10 milljóna þjóð sem hefur miklar áhyggjur af þessu líka og þegar þeir fara á stað og búa til einhverja skýrslur, þá það nú yfirleitt aldrei minna heldur en 500 blaðsíður. Þeir til dæmis hafa svona skilgreint þetta þannig að sem sagt svæði þar sem eru 50 til 60 fréttir á viku pólitískar umræður og ákvarðanir sem teknar eru á svæðinu á staðbundnum svæðum eða héröðum. Það eru sem sagt svona þessi staðir þar sem að fjölmiðla umfjöllun eins og hún á að vera. Þar ekki hvítir blettir. En á þeim svæðum þar sem umfjöllunin hvað minnst, og það eru kannski bara verið að flytja 4 til 5 fréttir á viku og inn í þeirri tölu eru kannski fréttatilkynningar og aðsenda greinar líka, að það eru hvítir blettir að þeirra mati. Þannig að við bara getum sett þetta svona í þetta samhengi. Og það líka rétt að geta þess að í Svíþjóð og Noregi eru svo sem ekkert mjög mörg svæði og það mjög áhugavert svona þegar þeir eru einmitt að birta upplýsingar og tölur einmitt svona þessa hvítu bletti að þeir gera þetta mjög svona grafískt og það þá hægt að sjá í raun og veru hvaða svæði þetta eru. Það sem að þessi svona fjölmiðla skuggi liggur yfir svæðinu. Og þá komum við kannski að þessu með styrkina, að því við erum að tala svona þennan rekstrarvanda og eins og við þekkjum að þá svona upp úr 1960 var náttúrulega byrjað að styrkja fjölmiðla á Norðurlöndunum og þeir eru taldir alveg gríðarlega mikilvægir
og þeir hafa verið að gefa mikið í núna, sérstaklega vegna COVID. Og þetta þó hugsað til þess að tryggja að það sé hægt að hafa aðhald með sveitarstjórnum, fyrirtækjum og annarri starfsemi líka í héraði. Og þá líka talið mikilvægt að hafa það í huga eins og Birgir var líka að tala að fréttamat náttúrulega mjög ólíkt hjá fjölmiðli sem að starfar í einhverju borg og að flytja fréttir af einhverju sem að gerast svona utan þess svæðis sem að bláu fréttamennirnir búa sjálfir, heldur en þeir sem eru sjálfir í sveitafélaginu og eru náttúrulega að flytja fréttir þaðan. Og þetta ekki síst ástæða þess að það mikilvægt að tryggja að það sé þá bæði svæðisbundnir miðlar, þar sem eru fólk á staðnum sem þá að flytja fréttir, en ekki bara í raun og veru fyrir allt landið, heldur líka þá fyrir svæði sjálft, svona einhverju fréttaritarar, og að það séu þá svæðisbundnir miðlar. Og það kannski líka rétt að tala það, því að við náttúrulega erum svona kannski fyrst og fremst alltaf að ræða netmiðla, prentmiðla, en á sömu Norðurlandan eins og til dæmis í Noregi og Danmörkur, þá eru núna líka komnir sérstakir styrkir til staðbundinna hljóð- og myndmiðla, vegna þess að það talið mikilvægt að það séu ekki bara miðlar sem eru á prent- og netmiðlamarkaði. Og í Danmörku þá eru þessi styrkir sérstaklega eyrnamerktir sjónvarps- og útvarpsstöðvum sem ekki eru á auglýsingamarkaði og sinna þá staðbundnu samfélagshlutverki fyrir sína áhorfendur eða hlustendur. Mér langar til þess að kannski að taka svona nokkuð dæmi og það vakti athygli held ég bara allra á Norðurlöndunum og minna kollega sem eru svona að fást við svona stefnumótun og eftirlit með fjölmiðlum að árið 2019 að það var þá fyrsta árið sem að einkarekna sjónvarpsstöðin TV2 í Noregi fékk sérstakan stuðning frá norskum stjórnvöldum og þeir eru með höfuðstöðvar sínar ekki í Oslo, heldur í Bergen. Er það ekki rétt hjá mér? Ég held að það sé í Bergen. En þeir eru líka með mjög mikið af eru að flytja fréttir og eru með svona fréttastofur út allt land. Og markmiðið með þessum styrk var að auka fjölbreytni og fjölræði í norskum fjölmiðlamarkaði og tryggja það að það væri þá fréttaflutningur allt land á fréttastofum sem að starfræktir eru utan höfuðborgarinnar. Og þá var líka markmiðið að tryggja það að það væri örugglega einkarekinn miðill til þess að styrkja þessa fjölbreytni sem að væri þá í samkeppni við þessa svæðisbundnu starfsemi NRK. Þannig að það væri örugglega 2 raddir á öllum stöðum í Noregi, svona helstu stöðum. Og þeir fengu 135 milljónir á ári sem það bil, þetta svona rúmlega 2 milljarðar íslenskra króna og þetta 5 ára verkefni frá 2019 til 2023 og þetta þá árlegu styrkur upp á rúma 2 milljarða. Þeir eru náttúrulega líka með olíusjóð, kannski ágætt að nefna það, sem þeir eru víst að taka mjög mikið af núna. Og það Medietilsynet sem systurstofnun okkar í Noregi sem hefur fengið það hlutverk að kanna hvort að TV2 uppfylli þessi almannaþjónustu hlutverk sitt sem forsendan fyrir því að þeir fái þennan styrk. Og hann ekki greiddur út nema að það sé búið að kanna það rækilega að það sé að þeir séu uppfylla þessa skilgreindu almannaþjónustu og það Medietilsynet þá sem bæði hefur eftirlit og útdeilir styrknum að uppfylltum þessum skilyrðum. Og mér langar til þess að taka annað dæmi vegna þess að þetta nú held ég svona eina skýrslan sem hefur verið gerð
núna á Norðurlöndunum á síðustu árum og vakti líka athygli okkar, ekki bara Íslendinga, heldur líka annar Norðurlandabúa. Og það þessi svona umræða sem við þekkjum það að almannaþjónustu miðlarnir séu svo stórir á markaði og að og fyrirferðarmiklir og að þeir séu svona fíllinn í stofunni og þess vegna var Mediatilsynet falið að mennta- og menningarmálaráðuneytinu að gera ítarlega rannsókn á NRK. Ég ætla að taka það fram að þeir eru 50 sem að vinna hjá Mediatilsynet. Þannig að þeir hafa líka burði til þess að svona gera þessar stóru skýrslur. En þeir í þessari skýrslu það máttu finna svona margháttaða greiningu á starfsemi NRK og þá var horft til innihalds og efnistaka, dálítið svona eins og þú varst að tala en einnig hvort að NRK hefði jákvæð eða neikvæð áhrif á samkeppnina á fjölmiðlamarkaði og þetta kannski eitthvað svona sem við þekkjum í umræðuna hér og bæði þá á landsvísu og svæðisbundin. Og svona til þess að gera langa sögu stutta þá var það niðurstaða Mediatilsynet að NRK hefði almennt jákvæð áhrif á norska fjölmiðlaflóru. Og nú kannski mikilvægt að hafa það líka í huga að þeir eru náttúrulega ekki á auglýsingamarkaði en það samt sem áður svona á öllum Norðurlöndunum og í Bretlandi, jafnvel þó að þessir almannaþjónustumiðlar séu ekki á auglýsingamarkaði, þá samt alveg sama umræðan þessa fyrirferð þeirra vegna þess að þeir eru með svo mikið áhorf og hlustun. Og Mediatilsynet bent á það í skýrslunni að það hefði orðið gríðarlega breytingar og nefndi náttúrulega sérstaklega þetta með auglýsingarnar sem að fara inn á samfélagsmiðlana og því væri svona þessi fjölmiðlum þar sem að þetta fjórða vald undir miklum þrýstingi, sérstaklega svæðisbundið og þessar minnkandi auglýsingatekjur náttúrulega hafa áhrif á bara innihaldi og það hvað hægt að bjóða og þess vegna taldi Mediatilsynet að að styrkja þyrfti fjölbreytni og fjölræði í fjölmiðlum með margs konar leiðum og tryggja það að það yrði áfram í boði bæði á landsvísu og héraði öflugar fréttastofur. Og það var líka mat Mediatilsynet að lausnin við vanda einkarekinna fjölmiðla og þeir tóku þetta sérstaklega fram bara í svona útdrættinum sínum að bæði á landsvísu og svæðisbundið væri ekki að veikja NRK á markaði því að það myndi hafa bara neikvæð áhrif á aðgang landsmanna faglegum og sjálfstæðum fjölmiðlum og fréttum og þeir komust að þeirri niðurstöðu að erfið staða væri fyrst og fremst vegna svona utanaðkomandi þátta og þessi alþjóðlegu þróunar sem hefur þá ítarlega verið rakið hér af öðrum. Og það kemur líka fram að svæðisbundna fréttir NRK hefðu svona almennt jákvæð áhrif á fjölbreytnina en þeir eru náttúrulega með svæðisskrifstofur í Noregi og þá hefðu fréttir og ýmiss konar efni á vef NRK einnig jákvæð áhrif á fjölbreytni frétta allt land og það svona stuðlaði að meiri lestri, hlustun og áhorfi líka svæðisbundna miðla. Og þannig en það var líka svona tillögur sem að þeir settu fram það hvernig NRK gæti í raun og veru haft mjög mikilvægt hlutverk svona til þess að í þessari faglegu svona uppbyggingu sem eins og Birgir var að tala Við vorum að tala rekstrarvandan en við erum líka að tala svona þetta eru oft litlir miðlar og svo framvegis. Þannig að það sem var bent á í skýrslunni var það að NRK, að svona hvetja NRK til aukinna fjölbreytni á fjölmiðlamarkaði með því að hafa frumkvæði því að vinna með minni miðlum og svona og það kom fram að NRK hafi þegar tekið svona skref í þessa átt þegar skýrslan kom út og í svona tengslum við þetta allt saman var líka gerð könnun meðal einkarekinna miðla bæði á landsvísu og í héraði
eða svona staðbundina miðla og það svona kom fram að þeir sem hafði verið í samstarfi við NRK töldu það almennt hafi verið mjög gott eða 86% og að samstarfið hafi leitt til meiri gæða á efninu. Það var 67% sem sögðu það. Þannig að þetta er svona kallast á við þetta sem að þú varst að tala Birgir. Þannig að það er svona greinilegt að fjölmiðlar höfðu almennt svona jákvæð viðhorf til samstarfs NRK og töldu að 70% viðmælanda töldu að slíkt samstarf myndi styrkja fjölbreytni í fjölmiðlum á landsvísu. Og dæmi markmið sem NRK setti sér var til dæmis að gera efni sitt betur aðgengilegt, það er að segja svona þessa gullkistu og svona stuttar klippur sem að þeir einir áttu réttina að án þess að krefjast greiðslu fyrir það, að gera það svona auðveldara að komast í þetta efni fyrir til dæmis minni miðla og eins og ég var að nefna þá eru náttúrulega hljóð- og myndmiðlar líka á þessum svæðum, miklu fleiri heldur en hér á Íslandi. Og einnig mæltist mediatilsynið líka sérstaklega til þess að þegar að NRK væri til dæmis að vísa í efni eða fréttir annarra miðla eða væri í samstarfi við þessa svona svæðisbundnu miðla að NRK myndi þá hlekkja á þetta efni af því að þetta er náttúrulega svona ein af stærstu vefsíðunum með gríðarlega margir sem eru að fara þarna inn og mikil traffík. Að þá skipti það mjög miklu máli að auka svona þessa traffík inn og það væri svona út frá fjölmiðlapólitísku sjónarhorni mjög gott ef að NRK svona myndi í raun og veru hlekkja á og svona gera þessum miðlum svona hærra undir höfði. Og þetta geti jafnvel verið tekið upp í næsta almannaþjónustusamningi við NRK. Það var svona eina tillögunum sem að mediatilsynið setti fram. Þetta er náttúrulega alls ekki tæmandi listi sem að ég er með. Ég er svona aðeins bara búin að stikla á stóru og kannski svona það sem hefur verið að koma fram svona nýjast. Þannig að ég vona allavega að þetta sé svona einhver grundvöllur til umræðina, að við getum svona litið til Norðurlandana og sé hvað þeir eru að gera. Þannig að ég bara hlakka mjög til umræðina hérna á eftir. Takk fyrir. Ég ætla þá að kynna í pontu Stefán Eiríksson útvarpsstjóra sem ætlar að halda erindi RÚV okkar allra, þannig að ég held að það fari mjög vel á því að hann endi þessa röð hérna fyrirlestra. Ráðherra, ágætu fyrirlesarar og aðrir góðir gestir nær og fjær. Það er einstaklega gaman að fá að vera með ykkur hérna í dag og svona rétt í upphafi. Ég verð nú reyndar að taka með hlutverk tímajöfnunar hérna því að við erum aðeins komið fram yfir tíman og ég reynir mitt besta í þeim efnum. En það er þó nauðsynlegt að nefna það, út af því að Gunnar og ráðherra voru að tala sín fyrstu skref í fjölmiðlum að mín fyrsta launaða vinna fyrir Ríkisútvarpið, hana stegi hérna 200 metrum í burtu á Norðurgötu 2B, veturinn 1979, þegar ég lék í leikriti sem hét Ofbeldisverk. Ég lék 6 ára stelpu sem hét Debbie og ég var í mörg ár eftir þetta að fá ávísanir frá Ríkisútvarpinu þegar að leikriti var endurflutt. Þannig að það eru ansi margir áratugir frá því að ég byrjaði að vinna fyrir Ríkisútvarpið og er afar stoltur af því. En kannski líka rétt að nefna það því að Gunnar nefndi að hann hefði vafið blaðinu sínu utan tíman. Þar stegi mín fyrstu alvöru skref í fjölmiðlum undir stjórn Birgis Guðmundssonar. Hann var fréttastjóri á tímanum þegar ég var þar blaðamaður í rúmt ár. Þannig að við aðstoðum við dreifingu á fréttabréfinu þínu fyrir austan á sínum tíma gerir ráð fyrir. En þetta var útúrdúr. Málþingi hérna í dag er gríðarlega mikilvægt eins og starfsemi fjölmiðla og ég held að starfsemi fjölmiðla, staðbundina og þeirra sem starfa á landsvísu sé hvorutveggja mjög mikilvæg og hvorugur getur verið án hins, án nokkurs vafa í mínum huga. Það sem ég ætlaði að hlaupa í örstuttu máli yfir er
hvert er hlutverk RÚV, almannaþjónustumiðilsins, samkvæmt lögum og þjónustusamningi, hvernig sinnum við þessu hlutverki og síðan langar mig að sýna ykkur að lokum hvernig þetta hlutverk birtist og hvort og hvaða munur greinist á hlustun, áhorfi og trausti eftir búsetu og ég held að það sé nokkuð athyglisvert. En RÚV á lögum samkvæmt að mæta lýðræðislegum og menningarlegum og samfélagslegum þörfum í íslensku samfélagi með miðlun texta, hljóðs og mynda og RÚV á að framleiða og miðla vönduð og fjölbreyttu efni til allra landsmanna óháð búsetu og jafnframt er gerð krafa það í lögunum að við flytjum fréttir og framleiðum efni utan höfuðborgarsvæðisins og séum með fasta starfsemi á völdum stöðum og völdum svæðum út á landi. Síðast en ekki síst þá gegnum við því hlutverki að sinna öryggisþjónustu með upplýsingamiðlun útvarp og eftir öðrum boðleiðum og þetta er auðvitað mikilvægt hlutverk líka þegar við horfum á landið í heild sinni. Síðan er þetta nánar skilgreint í lögunum og þar er lýðræðislega hlutverki tekið út með þeim hætti að við eigum hjá RÚV að vera vettvangur fyrir mismunandi skoðanir og málum sem efst er á baugi hverju sinni og almenning varða og kynna margbreytileika mannlífs, lífsviðhorfa og lífsskilyrða í landinu og landinu öllu að sjálfsögðu. Og menningarhlutverkið er síðan tekið líka sérstaklega að þar fram að RÚV eigi að kynna sögu þjóðarinnar, menningararfleifð og náttúru og bjóða fjölbreytt og vandað menningarefni og fjalla ólík svið menningar, lista og íþrótta. Og RÚV og mennta- og menningarmálaráðherra gera með reglubundnum hætti með nokkur ára millibili þjónustusamning þar sem að þar kemur skýrt fram að Ríkisútvarpið á að leggja áherslu á þjónustu við alla landsmenn og meðal annars með því að hafa starfsemi í öllum landshlutum sem að stýrt er einmitt héðan frá Akureyri og það er gert ráð fyrir því í samningnum að umfangið sem að var árinu 2019 verði sambarilegt út samningstíman. Og þarna eru líka inni mikilvæg ákvæði dreifingu því að krafan sem á okkur hvílir er að efni Ríkisútvarpsins nái til 99,8% heimila í landinu opið dreifikerfi. Þetta eru auðvitað alls konar kröfur, margvíslegar og mismunandi og ágætt að velta því fyrir sér hvernig þessu er sinnt og hvernig er þetta metið. Við erum með fasta starfsemi á 4 stöðum á landinu, fyrir austan, hér á Akureyri, á Vesturlandi og síðan á höfuðborgarsvæðinu sem að er auðvitað langstærsta einingin okkar. Þar er okkar stóru stúdíó en þau eru líka annar staðar á landinu. Við erum með það bil 10 til 12 starfsmenn á þessum stöðum utan höfuðborgarsvæðisins og þeirra hlutverk, og þau eru nú nokkur hérna í salnum, er að flytja fréttir og líka að miðla fjölbreyttu og vinna annað dagskrárefni og það gera þau inn í ansi marga þætti hjá okkur. Í föstu þættina morgun og síðdegi, inn í sérstaka þætti sem eru á dagskrá og fjalla sérstaklega afmörkuð málefni, sögur á landi til dæmis og með ýmsum öðrum hætti. Efninu dreifum við auðvitað eftir þessum hefðbundnu leiðum en dreifileiðir fyrir efni úr útvarpi og sjónvarpi og það er auðvitað þessi tækniþróun sem við stöndum fram fyrir er orðin alveg gríðarlega fjölbreytt og hefur breyst alveg ótrúlega mikið á síðustu 10, 15, 20 árum síðan. Það er ekki nema 20 ár síðan að þetta var bara útvarpið og sjónvarpið sem við áttum. Það eru núna á milli 20 og 30 mismunandi leiðir, dreifileiðir fyrir efni Ríkisútvarpsins sem er auðvitað áskorun en í því felast auðvitað líka gríðarleg tækifæri. Ég ætla aðeins að sýna ykkur hvernig þetta birtist í dagskráni og hvernig áhorf og hlustun er hér á eftir. En mér finnst áhugavert að taka svolítið þessa bolta sem var verið að varpa hérna upp það hvað það er sem við getum gert betur. Og ég hef verið í góðu samtali við Hildu Jönu og fengið frá henni þessar ágætu niðurstöðu sem að hún hefur verið að kynna og það er alveg rétt sem hún segir og allir þessi fyrirvarar eru réttir að þetta er auðvitað bara svona ákveðið skot af afmörkuðu efni fréttum í 4 daga og þú getur fengið auðvitað mjög svona skakka mynd af þessu og þarft þess vegna lengri tíma í rauninni eins og við gerum þegar við erum að skoða hlutfall kynja í dagskrá hjá okkur sem við höfum gert frá árinu 2016 með markvissum hætti og miðlað 4 sinnum á ári hvernig okkur gengur að gera akkurat þetta. Þetta er mikilvægt því að þetta er held ég eitt af grunnhlutverkum almannaþjónustumiðilsins
að gæta að jafnræði og gæta að því að við sinnum þessum fjölbreyttu þörfum og landsmönnum öllum sem hér búa. En þetta tekur ekki bara til kynjanna og í rauninni eru kynin auðvitað fleiri heldur en bara 2. Við þurfum að hafa það í huga líka sem almannaþjónustumiðill. Við þurfum líka að velta fyrir okkur hvernig eru birtingarmyndir fólks á mismunandi aldri, hvernig sýnileiki aðgengi fatlaðs fólks að þessum miðli, hvernig birtist fatlað fólk hjá Ríkisútvarpinu og síðast en ekki síst birtingarmyndir eftir kynþáttum og uppruna. Það skiptir auðvitað líka mjög miklu máli og það mjög sterkur og mikill fókus á þessu hjá almannaþjónustumiðlum út alla Evrópu, þar sem að verið líka velta fyrir sér hlutverki þeirra til þess að jafna stöðumála og koma sterkt inn í umræðu sem að nú í gangi og snýr til dæmis að mismunun og fordómum gagnvart fólki af ólíkum kynþáttum og svo framvegis. Þannig að ég held að það sé mikilvægt að skoða þetta í þessu stóra samhengi líka. Ég held að þessar tillögur að fylgjast betur með þessu, skrásetja þetta hjá okkur, séu afar gagnlegar og góðar. Ég held að sé líka mikilvægt að við séum dugleg að taka við og fá upplýsingar það sem í gangi, því að sjónarhorn þeirra sem eru að vinna sína þætti eðli málsins samkvæmt svolítið svona afmarkað við búsetu, við aldur, við kynið og við þurfum að vera meðvituð það hvað í gangi einhvers staðar annars staðar og þurfum í einhverjum tilfellum aðstoð við það, að fá ábendingar og svo framvegis. Ég held líka að stjórnvöld geti gert ýmislegt til þess að styðja við staðbundna miðla og fjölmiðla almennt. Það hefur töluvert verið talað fjölda upplýsingafulltrúa, ég ekki endilega að skjóta beint á því, Jón Þór sérstaklega út af því, en það auðvitað held í pæling, bæði fyrir sveitarstjórnir og ríkið, af hverju ekki þessum fjármunum varið í að styrkja fjölmiðla, jafnvel með samningum eins og gerðir eru við almannaþjónustumiðla þá einhverjar ákveðnar kröfur, umfjöllun, menningarmálefni, skipulagsmálefni á hverju svæði fyrir sig. Það hægt að velta þessu fyrir sér. Ég velti því líka fyrir mér í tengslum við COVID þegar að allt fór í skrúfuna hjá okkur. Átti ríkisvaldið og sveitarfélögin jafnvel að stíga inn með sína styrki með því að auglýsa í miklu meira mæli í fjölmiðlum. Og þá ég ekki að tala Ríkisútvarpið, ég að tala fjölmiðla almennt. Þetta góð og greið leið til þess að setja meiri kraft inn í þetta á tímum sem að það skiptir máli. Ég held að fjölmiðlafrumvarpið sé mjög mikilvægt og löngu tímabært að fara í þetta eins og Birgir var að ræða að það þurfi að styrkja stöðu fjölmiðla og það þarf líka að jafna stöðuna hvað varðar samfélagsmiðlana og auglýsingar sem þar eru. Og síðast en ekki síst þá held ég að fjölmiðla rannsóknir bæði á vegum fjölmiðlanefndar og í háskólasamfélaginu skiptir gríðarlega miklu máli. Og ég held að það sem ég að sýna ykkur núna sem að kemur frá okkar markaðsrannsóknarstjóra og unnið af Gallup að hluta til og fleira, ég sé það fyrir mér að fjölmiðlanefnd ætti að hafa þetta hlutverk að skoða og mæla alla fjölmiðla í landinu og miðla þessu með miklu skýrari hætti heldur en að gert í dag. Núna þetta bara svolítið háð þáttöku hvers og eins fjölmiðils í þessu og fyrir vikið vitum við miklu munna þetta allt saman. En ég ætla að hlaupa aðeins yfir þessi atriði sem ég held að séu athyglisverð fyrir ykkur. Fyrst aðeins bara úr nýlegri áskýrslu okkar það hversu margir eru að nota RÚV og hér hann kominn, fíllinn í stofunni. RÚV auðvitað gríðarlega vinsæll fjölmiðill og það eru mjög margir sem að fylgjast með því sem að við erum að gera og við erum auðvitað afar þakklátt fyrir það. Og það sem hefur gerst í tengslum við þjónustusamningin og stefnumótun RÚV þessi breyting sem þið sjáu hérna uppi, að það alltaf að aukast íslenska efnið sem að það í takt við það sem við viljum sjá. Norræna efnið sömuleiðis, það bara beinlínis tekið fram í lögunum og þar á áherslupunkturinn að vera og bandaríska efnið, það verið að minnka og draga úr því. Þetta það sem hefur verið að gerast. Það áhugavert að skoða því að við mælum samkvæmt þjónustusamningi traust til fréttastofu RÚV og
þegar við skoðum þetta, og við tókum þetta bara sérstaklega út af þessu málþingi hérna, hvort það er munur á milli höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar, þá er það. Það er minna traust sem fólk á landsbyggðinni mælanlega ber til Fréttastofu RÚV heldur en fólk sem býr á höfuðborgarsvæðinu. Þetta er ekki mjög mikill munur og ég vek auðvitað athygli á því að traustið hefur aldrei mælst herra heldur en akkurat í þeirri könnun sem var gerð í nóvember á síðasta ári, en þarna er ákveðið munur og það er áhugavert að velta því fyrir sér á hverju byggist akkurat þessi munur. Ef við skoðum hins vegar áhorfið og skoðum það eftir svæðunum, eftir höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni á RÚV, þá horfir fólk á landsbyggðinni töluvert mikið meira á RÚV, hvort sem við skoðum daglega dekkun, vikulega eða daglegt áhorf í mínútum og þegar við horfum á markaðshlutdeildina í sjónvarpi þá sjáum við hvernig þetta skiptist en það er rétt að taka það fram að þetta eru bara þeir fjölmiðlar sem að taka þátt í þessu. Síminn er þarna ekki inni og ekki þessar erlendu streymisveitur sem þarna eru. Og hérna sjáum við líka Rás 1 og Rás 2 saman, skipt eftir höfuðborgarsvæðinu og ef maður er svolítið að velta þessu fyrir sér og ég spurði einn ágætan vin minn hvort hann héldi að það væri munur á hlustun og áhorfi eftir höfuðborgarsvæðið og landsbyggðinni. Hann sagði, já, fólk út á landi það hlusta bara Rás 1 og er bara að horfa á landan og nennir ekki Gísla Marteini og veðurfréttir eru örugglega á toppnum. Og það er áhugavert að skoða það. Þetta er markaðshlutdeildin í útvarpinu. Því að það sem við sjáum hérna að landsbyggðin er miklu meira að hlusta á Rás 2 heldur en fólk á höfuðborgarsvæðinu og miklu meira heldur en almennt gengur og gerist. Markaðshlutdeildin á Rás 2 er svona cirka 30–32% á landinu í heild en landsbyggðin hlustar mest af öllu á Rás 2. Og ef við skoðum vinsæla þætti í sjónvarpinu, höfuðborgarsvæðið hérna vinstra megin og hægra megin, þá er þetta bara sama lína og það merkilega sem að hægt er að taka þarna fram að þátturinn sem allir halda að sé bara vinsælastur í 101 Reykjavík, Vika með Gísla Marteini, nýtur meiri vinsælda út á landi heldur en á höfuðborgarsvæðinu. En upp úr þessu stendur auðvitað þetta sem að þarna blasir við þegar við erum að skoða sjónvarpið, að vinsælasti þáttur í sjónvarpi allra landsmanna er landin. Það sem verið að fjalla mannlíf allt land. Þannig að það sem að gerast út allt land á greinilega erindi við þjóðina alla og fólk tekur því fagnandi og þetta sjáum við sömuleiðis líka í útvarpinu. En ég vona að mér hefði tekist að tímajafna og setja þetta í hendunar á þér Gunnar aftur. Takk kærlega. Takk fyrir góða tilraun. Það var mikið verksug og hafði við að jafna þetta upp og heila óvinnandi en fróðulega erindi. Við ætlum að opna hérna fyrir spurningar. Eins og ég segi, við höfum nokkra mínútur í uppbótartíma. Þannig að hljóðneminn hérna í salnum er opinn fyrir spurningar. Ég minn ykkur á að kynna ykkur og vera stutt og skoranort ef einhver vill taka til máls. Vel. Ég heiti Sigrún Steinþórsdóttir, heyrist í þessu. Ég vil þakka fyrir þessi áhugaverðu erindi. Ég tala hér sem gamall rúvari og teka fram að mér þykir afskaplega vænt RÚV, en ég tala líka fyrir hönd N4 sem að ráðherra nefndi og ég er í því hættulega vafasama hlutverki að vera þar í stjórn. Og mér þótti vænt hún skildi nefna N4 vegna þess að mér finnst sú starfsemi til fyrirmyndar og sú mynd sem er dregin upp á landsbyggðinu og ég held að við værum ansi mikið fátækari ef að hennar nýtt ekki við. En hún er ein af þeim mörgum miðlum sem maður situr og bíður hvað gerist með frumvarpið og mér þótti mjög áhugavert og skildi nefna styrkina og mér þótti mjög vænt að fá að heyra eins meira þá eftir.
Og þetta er ekki bara spurning magn, við höfum verið að skoða hvað er flutt á landsbyggðinni, þetta er líka spurning hvað við erum að flytja á landsbyggðinni. Og ég held því fram að fjölmiðlar eigi mjög mikið þátt í byggðarþróun og að það skiptir máli hvaða mynd er dregin upp af því sem við erum að sjá frá landsbyggðunum. Ég man eftir mínum ágæta kollega Ómari Ragnarsinni. Ég held því fram að hann hafi teiknað upp mynd af landsbyggðinni, við vorum í gúmískóm með fléttur og allir að prjóna. Það var myndið sem hann dró upp og mér finnst landin því miður vera pínlítið, hann er vinsalasti þátturinn sem að rúfi með, en mér finnst það pínlítið að við séum með hérna fléttur og í gúmískóm. Og ég er ekki að gagnrýna efnið þar í sjálfu sér heldur, mér finnst það mjög einhæft, það er mjög jákvætt og það tekur til dæmis aldrei á gagnrýni umræðu, hún er ekki til í landanu, þetta er svona huggulegt og sætt utan að landi. Mér finnst það hættulegt, en þegar ég var að hlusta á þig, Hilda Jana, þá man ég eftir Geir Voge, þegar ég var hlaupandi eftir fréttum og þá segir að þið helvítis fíflin þarna í Reykjavík, þið haldið að landið endi við 11 ár. Og ég hef oft nefnt þetta við nemendum mína og ég sagði ekki hengja mig því að ég er út á landi og ég fer gjarnan út á land og dekka efni þaðan en það var svolítið sannleikur í því og það hefði verið áhugavert að skoða þetta sem að þú varst að gera, Hilda Jana, og mér langar til að heyra álit þetta á því. Þú skoðaðir höfuðborgarsvæðið. Ég hefði skoðað 101 og sagt hvað kemur mikið af viðmælendum frá 101. Þú heyrir sjaldan eitthvað sem er að gerast upp í Mosfellsbæ eða út á Seltjarnarnesi. Það er 101 sem skiptir máli. Og Gísli Marteinn, af því að hann er nú vinsæll, ég man eftir 2 viðmælendum utan á landi og það er þú, Hilda Jana, því þú reyfst kjaft, lest ég heyra, og Guðmundur Gunnarsson, gamall nemandi minn, hann komst í þann stóla komast í til Gísla. Annars er þetta fólk skiptist á, það er blandað svona á þennan laugardag og svo koma aðrir og svo blöndu þessu öðruvísi en þeir eru yfirleitt úr 101. Þannig að svarið er, hvað segir þú, Hilda Jana, þennan 101 og mig langar til að heyra aðeins meira það sem að ráðherra hefur að segja styrkina. Takk fyrir. Kærar þakki fyrir þetta frábæra málþing og það er þetta mjög margt áhugavert sem hefur komið hérna fram og mér langar kannski aðeins til þess að fara yfir bara hvernig við höfum verið að nálgast fjölmiðla á kjörtímabilinu. Það er auðvitað þannig að fjölmiðlanefnd gefur út skýrslu árið 2019 sem er grunnurinn af fjölmiðlafrumvarpinu og þessari nálgun og við höfum auðvitað verið að vinna með þetta í talsverðan tíma. Eins vil ég nefna að það kom á síðasta ári COVID-stuðningur meðal annars út af stöðunni og við vissum nákvæmlega hvað var að gerast. Þannig að hugmyndafræðin á bakvið þetta er komin frá þessari skýrslu 2019 en það hefur bara tekið tíma að klára þetta meðal annars vegna þess að ég held að kannski almenningur og margir átti sig ekki á þessari hröðu þróun og það eru þetta þannig að þetta eru tæknibreytingar, þessi stafræna bylting sem við erum stödd í, við skoðum fjölmiðla á allt annan hátt eða neytum þeirra en við gerðum bara fyrir 5 árum. Þetta er í símanum okkar og ég vil líka nefna annað, auglýsendur eru þetta það sem fólkið er. Við munum aldrei breyta því. Þannig að ég ætlaði svona bara, nefna það að það eru þetta svona grunnurinn að þessu öllu. Og þess vegna förum við inn í, komum við með hugmyndina að þessu styrkjakerfi að norrænni fyrirmynd. Vegna þess að við höfum bara séð hvernig er landslagið þar og auðvitað getur það tekið tíma. Varðandi styrkina sem Sigrún var að koma inn á, það er núna til meðferðar í ráðuneytinu og ég held að með minni nú að við höfum verið að veita styrki til staðbundina miðla í COVID-inu líka. Já, passar. Og það passar og eins og þið heyrir ráðherrann er ekki að skoða nákvæmlega hvert þetta fer. Það er hinn opinbera stefnumótun sem skiptir máli byggð á gögnum og reynslu annarra og það er mjög mikilvægt að klára fjölmiðlafrumvarpið. Það er komið aftur til nefndar. Ein ástæðan er að við þurfum meiri fyrirsjáanleika og ég tek bara undir það. En þetta eru líka ákveðin tímamót að það sé verið að viðurkenna þessa stöðu á Íslandi og þetta er ekki bara að gerast á Íslandi.
Þannig að eins og alltaf þá er ég bjartsýn, þetta allan komið aftur til nefndar og ég tel að þetta muni, að við munum klára þetta. Og svo vil ég líka eins nefna varðandi Ríkisútvarpið. Ein af ástæðum þess að við sem það þarf að jafna leikinn, en við þurfum líka að huga að stöðu RÚV vegna þess að það eru þetta mjög mikið af fagmennsku og svona góðri umfjöllun sem kemur þaðan eins og rannsóknir að benda til. Og ég hef alltaf sagt það, já gott og vel, ef við viljum jafna leikinn, þá þurfum við samt að huga að því að þarna er þá tekjufall sem kemur þá í gegnum, sem sagt, ef við tökum RÚV af auglýsingamarkaði, við þurfum að svara því. Stjórnvöld þurfa að vera tilbúin til þess. Þannig ég segi, við erum að fá hérna viðurkenningu, eða sem sagt við erum að klára fjölmiðlafrumvarpið, við erum komið með þessa styrki sem eru nýir og svo vil ég nefna það að varðandi samfélagsmiðlana, þetta bara, fólkið er þar og þar er verið að auglýsa og mér finnst þetta bara sjálfsagt og eðlilegt að skattlagning, hún sé sanngjörn þarna. Ég sumir hafa verið að gagnrýna Ástralíu, kannski aðferðafræðin ég kann ekki alveg allar tæknilegar hliðar á því, en það þarf að hugsa svæðisbundna miðla og þá er Ástralía allt í einu orðin svæðisbundin miðl. Það er að segja, þeir eru að passa upp á að sé nægileg umfjöllun og að tekju mótilega það gangi upp. Eins eru við að hugsa það. Þannig að ég segi líka, mér finnst mjög mikilvægt að lengja tímabilið varðandi fjölmiðlafrumvarpið, en ég ætla líka að segja að mér finnst skipta svolítið máli líka þetta aðhald, af því að það þarf að enda þetta varðandi þessa stafrænu, ekki enda, en koma með lausn á því líka. Þar er stærsta áskorun. Og af því að allir að tala tíman, þess að foreldrar mínir unnu náttúrulega þar líka, þannig að mér finnst tíminn vera einhvern veginn að sameina alla og ég bara fagna því. Og en ég vona að ég hafi svarað, ég þarf aðeins að því ég hafa verið að koma í verkmenntaskólan á Akureyri eftir ekki svo langan tíma, þannig að ég ætla að athuga okkur. Það er 10:35. Já. Það er 11 sem þú bara. Já, ég var að mæta 11, þannig að ég ætti bara Geir þetta áfram. Ég elska framhaldsskólann í landinu, þannig að ég hlakka mjög mikið til að fara. Þess að nikka það sem þú meinir með Ástralíu, þá er það sem að ríkisstjórnin þarf að gera Facebook, skylda Facebook til að borga miðlum fyrir fréttir sem dreifa. Já, þeir í raun og veru hafa frumkvæðið því að Facebook sé að greiða fyrir fréttir sem ástralskir fréttamiðlar eru með. Og mér finnst það bara sanngjarnt og eðlilegt. Og þjóðríki eru að taka þennan slag út allan heim af því að þeir eru að passa upp á, eða bara, þetta er menningarlegt, þetta tengist líka tungumálun okkar af því að enginn hefur minnst á það. Það er svo brýnt að börnin okkar geti lesið málefni líðandi stundar á íslensku til þess að varðveita tungumálið okkar. Já, takk Sigrún, kæra vinkona. Í fyrsta lagi þá held ég verð að taka undir með þér. Mér náttúrulega þykir óskaplega vænt N4 og ég er alveg sannfærð að þessi miðill skiptir bara opaslega miklu máli ekki bara hér á Akureyri heldur á landsvísu. Og ég man nú að það nú orðin held ég 3 ár síðan ég hætti þar og þá voru fjölmiðlastyrkir alveg að fara að koma og þá þetta kannski auðveldara. Þannig að svona bottom line auðvitað og ég svo ánægð að heyra Lilju að hún sé að horfa til norræna módelsins. Þar er ég hjartanlega sammála og í rauninni alveg ótrúlegt að við skulum sitja eftir öll þessi ár að við höfum ekki valið þá leið sem svona þetta norræna módel sem við höfum svo oft vilja fara. Og þannig að ég er hjartanlega sammála því að fara og fylgja Norðurlöndunum að við séum þáttakendur þar í þeirri þróun á sama tíma og það auðvitað bara þannig að þetta varðandi samfélagsmiðlana er alþjóðamál. En ég vona að ráðherra og allir sem komi að finni leiðir til þess að í gegnum þá byggðaáætlun meðal annars eða aðra leiðir að N4 þar svo sannal, ég veit það, ég þekki það vel. En varðandi rannsóknirnar, þá mér finnst svo áhugavert að ég er að gera einhverja litla könnun í einum litlum áfanga, pínulítið. Þetta er ekkert þannig séð mál. Ég tek upp símann og hringi Stefán sem tók svo vel á móti mér og sagði, getum við ekki samt talað eitthvað um þetta? Og hann var svo frábær, sagði bara, jú, gerum það, tölum eitthvað um þetta.
Og svo hélt maður áfram að hringja í allt þetta flotta fólk og fleiri til og allir sögðu bara gerum þetta. Út af pínu lítilli könnun sem er í rauninni bara eitthvað smotteri. Þannig og að því að þú spyrði sérstaklega er þetta svona eða hins, þetta það sem okkur vantar. Okkur vantar meiri rannsóknir. Ég siti í þessum nokkru áfangum í skóla og ég að lesa Norðurlöndin og það kemur bara aftur og aftur. Ekki til gögn frá Íslandi, ekki til gögn frá Íslandi, ekki til tölfræði frá Íslandi, ekki hægt að bera saman við frá Íslandi. Eitt af stóru málum að setja peninga í rannsóknir. Og það held ég að sé fyrir utan allt heitt. Risa máli ef við ætlum að taka ákvörðun hvert við ætlum að fara. Og hvort við viljum rannsaka 101 sérstaklega, bara hægt að gera það ef að bara whatever floats your boat, eins og maður sagði sko. En ef við rannsökum ekki, þá bara miklu erfiðara að taka ákvörðunir. Núna að grípa einn bolta sem að Sigrún og Hilda hendur sameiginlegan upp. Það byggðaþróun og tilvera fjölmiðla. Kannski þið Birgir og Elva, hafið einhver rannsóknardæmi um þetta? Ég nú engin bein rannsóknardæmi sem tengir þetta sko svona beita, bara svona sem menn hafa, þetta hefur verið inn í byggðaáætlun fyrir 15 árum held ég sko, talað sett og ennþá, eitthvað sem og þá talað fyrst og fremst ímynd landsbyggðarinnar. Það hefur verið mjög mikið talað ímynd landsbyggðarinnar eins og við erum að gera svolítið hérna og Sigrún var að nefna þetta skiptir máli sko. Og ég held að það sé bara gefur eiginlega auga leið sko. Ég man samt ekki eftir einhverju rannsókn sem tengir þetta algjörlega beint sko. Að því leyti getur tekið við heldina að við segjum sko að það vantar rannsóknir í þessu. Hvort íslenska né erlenda? Ekki nema bara sem sé erlenda rannsókn sem sýna sko að það treystir byggð sko. Reyndar það til. Og með þess að ég hef gert hérna rannsókn hér Akureyri sko að hérna þeir sem að nota sko fjölmiðla hér eða notuðu, þetta voru svolítið gömul rannsókn sko, að það sko var alveg þetta merkja meiri ánægju með búsetu skilyrðin hérna. Að það var sem sé það eldi, þeir vildu frekar, treystu frekar nágrannunum, þeir gerðu hitt og þetta svona frekar, svona betra samfélag sko, ef maður gat séð, en svo getur maður líka sko spurt eins og reyndar alltaf galli oft sko, tvær hliðar, var það vegna þess að þeir voru svona jákvæðar og treystuðu fólkinu í kringum sig sko, að þeir þess vegna voru þeir að kaupa blöðin og lesa blöðin eða hvað, hvort koma undan hænuna eða ekki, það maður veit það ekki, en það þarna samband á milli sko, held ég alveg örugglega sko. Líka þetta gagnvart inn á við, þessari innri þróun, það sem ofta tala, þannig að fólki að tala saman samfélagssamheldina og eins líka út á við sem Sigrún og það búin að tala Þetta þetta áðan sko. Elva? Já, ég ætlaði bara að taka undir þetta, sko, ég meina í þessum dóðröndum sem ég var að nefna þarna með hvítu blettina, að þú veist, þar voðalega mikið mitt verið að tala sko, þú veist, hvernig þetta treystir beygð, svona eins og Birgir var að tala en þess að þú veist, þetta rosalega samofið, að ef þú vilt búa í einhverju samfélagi, að það náttúrulega, sko, hluta af því náttúrulega fjölmiðlun og náttúrulega allt annað svona sem að kannski svona meira, hvað ég segja, sundlaugin og allt þetta, en það líka það bara þessi umræða og líka vegna þess að svona þessi miðlar hafa þetta hlutverk eins og reynda RÚV, náttúrulega það líka hugsunin með almannaþjónustuna að þetta á að vera svolítið svona límið sem að heldur samfélaginu saman. Þannig að því leyti náttúrulega svona kallast þetta á. Má ég bæta aðeins við eitt atrið. Ég held að ég vil þakka Hildi Jönu fyrir þessa rannsókn og útvarpsstjóra fyrir þessar stórmerkilegu niðurstöður og þetta samspil allt saman. Það sem ég held að sé næsta skrefið varðandi sko, það skiptir mjög miklu máli að það sé fjölbreytt flóra viðmælenda og RÚV hefur tekist mjög vel til að jafna kynjahlutföllin. Og ég segi við þurfum að taka þetta lengra, bæði varðandi landsbyggðina og líka fólk af erlendum uppruna. Fólk af erlendum uppruna orðið 14% á okkar samfélagi. Og ég hef lagt mig sérstaklega fram við varðandi mótun menntastefnu að huga að þessum börnum vegna þess að við sjáum mjög glögglega varðandi lesskilning og annað slíkt að ef þau eru ekki búin að ná góðum tökum á lestri í fjórða bekk, að þá hefur það áhrif á framtíða möguleika þeirra á framhaldsskólastiginu. Og hvernig ég að tengja þetta svo við fjölmiðla?
Jú, þetta tengist fjölmiðlalæsi, að þú hafir aðgengi og þú getir getir lesið þér til gagns og gagnrýni og gagnrýnt samfélagið þitt. Og þannig að ég segir svona næsti áfanginn, hann tengist landsbyggðinni, hann tengist líka þessu fjölbreytta samfélagi sem við búum í dag og það eru mörg sóknarfæri í þessu, en við þurfum að huga að þessu svona þessari heildarmynd og líka hvar við erum svona stödd á alþjóðavísu. Kæra þakki fyrir þetta. Ég held að við séum bara komin á tíman. Þú ert að fara upp í verkmenntaskóla og við þurfum að fara staði. Þakka ykkur fyrir áheyrnina í dag, þakka ykkur fyrir komuna, þáttökuna og við sjáumst í næsta gigi. Takk fyrir. Takk sem við.